þá ætla ég að bjóða hér upp í pontu Dabi Eggesen borgarstjóra. Takk fyrir kærlega, Pavel, og gaman að sjá okkur öll. Það gaman að geta komið saman aftur. Við höfum verið með þennan fund samgöngumál reglulega núna í nokkur ár. Þörfin sprettur á því að það gríðarlega margt í gangi og ofboðslega í raun mikið í húfi. Höfuðborgarsvæðið í heild stendur á ákveðnum krossgötum. Við erum að sjá mikla umbreytingu í borgum víða heim í átt að fjölbreyttari samgöngum. Og við höfum notað þessa fundi til að ná í brennipunkt, margt af því áhugaverðasta sem að gerast. Og fjöldi ræðufólks og verkefna sem eru kynnt hér í dag endurspegla hvaða þurfa margir að koma að og hvaða mikil deigla víða. Við sjáum menntastofnanir okkar, háskólana, Landspítalann, fasteignaþróunarfélög vera að hugsa sig inn í þessa grænu framtíð. Býtu, hvernig snýr þetta mér? Hvernig snýr þetta mínum reitum eða fasteignum? Hvernig get ég þróa þetta? Hvernig get ég hugsa fyrir starfsfólki mitt eða námsmenn? Og þannig mætti áfram telja. Og nú ég eiginlega bara að auglýsa fundinn sem hér eftir. Ég ætla ekki að fara yfir allt en ég ætla að reyna að bregða samt upp mynd af því hvað þetta fjölbreytt og hvað þetta leið jákvæð borgar umbreytingar verkefni. Við erum að tala í raun býsna stóra mynd. Við erum að tala stefnu sem við köllum einu nafni græna planið og lykilþáttin í því sem eru vistvænar, fjölbreyttar, virkar samgöngur. Þar samstarf við ríkið, vegagerðina, önnur sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu, algjör undirstaða og lykilatriði og þau verkefni sem eru hluta samgöngusáttmálunum. En við ætlum líka að fara yfir hér í dag og það kannski svona tíman að tákna að forsætisráðherra hefur fundinn með okkur og innviðaráðherra endar hann og talar næstu skrefvarandi Sundabrautina. En við erum líka í þéttu samstarfi hjólaborgina, gönguborgina, borgargötur, lýðheilsu og nýja lausnir. Aðeins bara til að staðsetja okkur í tímanum að þá var einu sinni plan sem allir voru reyndar býsna samstíga var aðalskipulag þar sem framtíðarsýnin var það og það voru beinlínis fengnir heimsþekktir danski prófessorar til að setja fram sýn á að verða einn fullkomna iðnaðar- og bílaborg. Og þetta voru ekki einhver svona hófsendarplön heldur átti að taka þetta svolítið alla leið og það voru skipulaðar hraðbrautir með jöfnu millibili þversum og krussum allt Reykjavíkur og höfuðborgarsvæðið. Og sumt af því hluta borgarmyndin enn í dag, Miklabrautir auðvitað dæmi það, en sumt varð sem betur fyrir ekki að veruleika. Kannski þekktasta dæmið Fossvogsbraut, margra akreina hraðbraut sem átti að fara í gegnum og yfir Fossvogsdalinn. Svo seint sem 1988 voru haldnir gríðarmiklir íbúafundir til að reyna að samfara íbúana í bústaðahverfi og Fossvegum að þetta væri góð hugmynd. Borgarstjórn beitti sér af mjög mikilli hörku fyrir þessu og það var í raun Kópavogur sem bjargaði þessu máli með að rifta samningi að leggja land undir brautina og það lendi svo hörðum hnút að borgin hætti að hirða sorp í Kópavogi sem hún hafði gert áratugum saman og ég ætla ekki að fara að dvelja við þetta heldur aðeins fókusera á þetta svæði sem við vorum að ræðum hér að hluta þessu var algjörlega önnur framtíðarsýn fyrir kvosina og miðborgina heldur við erum að vinna með í dag. Þarna átti að byggja mikið og víðar en það sem var kannski aðal áherslan voru þessar hraðbrautir. Strandhraðbrautin var ekki bara hraðbraut, hún var á annarri hæð. Hún lyfti sér upp hjá Tollhúsinu og malbyggjaplanið á annarri hæð í Tollhúsinu eru leifar af þessari hraðbraut. Það átti að líka vera Lækjargötu hraðbraut og Suðurgötu hraðbraut. Það var haldið frá bili við hliðin á Borgarbókasafninu
árum og áratugum saman til að koma henni fyrir á annari hæð og hún átti að strauja sig í gegnum grjótaþorpið sem þurfti að sjálfsögða víkja enda bara gömul hús og það átti líka að gerast meðfram Grettisgötu að þar átti heil húsalengja víkja fyrir Grettisgötu hraðbrautinni. Og lengi vel var þetta veruleiki í borginni. Það var sem að búið að gera fyrsta rampan og þarna átti hraðbrautin að koma og við sjáum hérna bilið sem var haldið milli Grófarhús og gamla Hafnarhvols leit svona út og var notað sem bílastæði áratugum saman þangað til við fylltum upp í skarðið til að koma í veg fyrir að þessi framtíðarsýn frá 7. áratugnum sem nú ekkert mjög langt síðan yrði nokkuð tíman að veruleika. Og það sem við erum að tala í stóru myndin í dag að við erum komin með nýtt plan og það græna planið. Græna planið ekki bara samgöngusýn, það heildstæð borgarstefna sem lítur að öllum 3 þáttum sjálfbærni. Efnahagslega þættinum, þetta viðamikil fjárfestingaáætlun, umhverfisþættinum og samfélagsþættinum því að við erum líka að fjárfesta í mannlega skala, við erum að fjárfesta í innviðum borgarinnar, borgar fyrir fólk. En það sem við erum að fókusera á hér samgöngurnar, en ég leyni því ekki að þetta auðvitað líka öðrum þræði umbreytingarverkefni borgarinnar. Við sjáum það skýrt mjög víða, en sumstaðar það skýrar en annað. Hér erum við með Austurhöfnina eins og hún var 1982. Þetta ekki lengra síðan. Þetta athafnasvæði hafskipa og þið sjáið hérna hús sem þið þekkið, Hafnarhúsið, Tollhúsið, Eimskipshúsið, en hér voru gámar. Hér hún í dag. Þetta bara eitt af mörgum dæmum þar sem við erum að umbreyta borginni með nýrri hugsun. Við getum nefnt Bernhörstorfuna, ég sé Gerard sita hér sem barðist fyrir því að húsin þar ekki rifin. Við getum þakkað svo mörgum fyrir slaginn sem var tekin fyrir grænni, betri og mannlegri borg í gegnum tíðina. En það sem við erum að horfa á þessum fundi vistvænu samgöngurnar. Áherslur á gangandi hjólandi og fólkið í forgangi, en þetta varð ekki til úr engu. Þetta varð til úr samtali og samvinnu þar sem var sest yfir það að greina hverjir valkostir höfuðborgarsvæðisins í samgöngum til framtíðar. Ástæðan fyrir því að Reykjavík og nágrannasveitarfélögin og síðan ríki náðu saman þetta var ekki það að við séum alltaf sammála allt. Heldur það að greiningarnar sýndu að það voru undirliggjandi heildarhagsmunir. Ekki bara græn framtíðarsýn, heldur heildarhagsmunir að það að leggja áherslu á gangandi og hjólandi, það að leggja áherslu á öflugri almenningssamgöngur, það var líka best fyrir þá sem ætluðu áfram að keyra á bíl. Það var líka best fyrir þá ef við hefðum ætlað að setja alla áherslu á bíla og einkabíla, þá hefðu umferðartafirnar orðið langmestar. Sviðsmyndirnar sýndu það. Þannig að þeir sem að tala fyrir einkabílnum styðja líka borgarlínu vegna þess að það best fyrir alla faramáta. En við erum auðvitað ekki bara að greina daginn í dag í þessu, heldur líka fjölgunin á höfuðborgarsvæðina 70.000 frá 2015 til 2040 og ná utan þá uppbyggingu allar íbúðurnar, alla uppbygginguna og samgöngunar til þess að leysa það. Því að í hverri viku bætist við þetta svæði 90 manns og ef að við ætlum að halda gömlu ferðavenjunum þá fylgja þeim ótrúlega margir bílar. Alltaf 50. Þannig að við þurfum að finna aðra leiðir og við náum samstöðu eftir ítarlegar samræður, greiningar og stefnumótun samgöngusáttmála fyrir höfuðborgarsvæðið sem ótrúlega margir eiga hlutdeild í, öll sveitarfélögin og ríkisstjórn og þessi hópur fólks spannar allt litur á stjórnmálana og þarna náðum við saman og það ótrúlega mikilvægt.
og við erum búin að útvega okkur utanborðsmótor til þess að koma þessu öllu í framkvæmd og önnur mynd af sama fólki var tekin í Hörpu þegar betri samgöngur fyrirtækinu sem falið að hrinda þessi framkvæmd í samvinnu við sveitarfélögin og vegagerðina sem mun halda á mjög miklu af þessum verkefnum. Þessi mynd var tekin þegar þetta var stofnað. Á bakvið markmið, ofboðslega skýrt markmið það að það brýnasta verkefni þessa höfuðborgarsvæðis og þessa samfélags að stefna að kolefnishlutlausu samfélagi, kolefnishlutlausu borgarsamfélagi. Og það verður ekki gert nema með eflingu almenningssamgangna, með alls konar nýjum lausnum, deilihagkerfi, innviðum sem að virka. Borgarlínan þarna hryggjarstykki og þetta úr frumdrögum hennar. Það auðvitað verður farið yfir það bara hér rétt og eftir hver lykilverkefnin eru þar, en þetta líka borgar umbreytingaverkefni. Höfuðborgarsvæðis umbreytingaverkefnin eru líka mörg, eins og til dæmis Alda, brúin yfir Skerjafjörð sem mun tengja Reykjavík og Kópavog. Ég ekki að segja við munum saminast á degi 1, en allavega var Jón Gnarr búinn að leggja til nafnið Reykó, sem ég veit ekki hvort að allir eru sammála, en þú veist, já. En þetta líka niðurstaða úr samkeppni sem að verður kynnt hér á eftir, ótrúlega spennandi. Við fáum líka kynningu á umbreytingu Ártúnshöfðans hér á eftir, en Ártúnshöfði og Vogabyggð eitt fyrsta hverfið sem tekur mið af þessum nýju samgöngumátum, þessum nýju samgönguinnviðum og tengingunni yfir Elliðavoginn og hitt hverfið sem að fara að byggjast og tekur líka mið af þessu og gengur jafnvel ennþá lengra að sömu leyti Skerjafjörðurinn. Þar sem eru ótrúlega mikil áhersla á spennandi græn borgarrými og nýja hugsun. En talandi stór umbreytingaverkefni að þá eru auðvitað stokkaverkefnin bæði afskaplega stór í sniðum, Miklabraut fer í stokk og Sæbraut fer í stokk og þetta mun breyta mjög miklu það hvernig við sjáum borgina, upplifum hana, nýju borgarrýmin sem verða til og hvernig við ferðumst þau. Fáum líka kynningu á þessu hér síðar á fundinum og Sæbrautarstokknum jafnframt sem mun tengja Vogana við Vogana. Við höfum nefnilega í ótrúlega mörgum tilvikum slitið frá svæðin sem kannski skilgreina Reykjavík sem borg, sjóin, höfnina, hafið, fjöruna, ströndina og við erum að endurheimta þessi tengsl við náttúruna með þessum verkefnum. Við erum líka að tala stofnbrautaverkefni. Það var opinn fundur Arnarnesveg bara í gær, þar sem að vera að kynna útfærsluna þar. Vegurinn verður niðurgrafinn til þess að hlífa nærliggjandi íbúðasvæðum og þarna eru líka metnaðarfull áform vistlok og hjóla- og göngutengingar. Við erum að stúdera með vegagerðin og betri samgöngum lausnir við Bústaðaveg og Reykjanesbraut. Þetta eru gömlu lausnirnar sem voru býsna aggressíva gagnvart Elliðaárdalnum og féllu ekki í kramið, þannig að við vonumst til þess að geta kynnt betri lausnir á það. En elementir sem við bæst inn í flækir aðeins málið en kallar á það að við hugsum upp á nýtt líka tilkoma borgarlínunar sem þarf líka komast þarna í gegn, komast upp í Mjódd og norður eftir. Sundabrautin á dagskrá, hún verður til umfjöllunar hér á eftir. Við höfum lokið félagshagfræðilegri greiningu og núna förum við það að bera saman brúarlausn og gangalausn. Þarna eru lykilsvæði sem þessu tengjast, nýja kvikmyndaþorpið og uppbyggingin í Gufunesi, hringrásar garður í Álfsnesi sem gríðarlega spennandi mál og mikilvægt til þess að við náum þeim árangri í umhverfismálum og úrgangsmálum sem að höfuðborgarsvæðið þarf, en líka algjörlega ný vídd í atvinnulíf með þorpi skapandi greina
Og næstu skref í því, innviðaráðherra fer yfir það, við þurfum að bera saman brú og göng við núllkost í umhverfismati og skipulagi og hafa samráð við fjölda marga hagsmunaaðila í þessu. Hjólreiðaáætlun, við getum ekki farið ítarlega yfir þetta allt, en við erum núna ekki ein á báti í Reykjavík með einhverja sérskoðun, heldur sýn á heildstætt hjólreiðanet allt höfuðborgarsvæðið. Meir en það, við erum með okkar hjólreiðaáætlun sem við erum að framkvæma eftir á hverju ári. Við erum að setja innviði við skóla, það ekki nema 15-20 ár síðan var bannað að hjóla í skólan að það væri svo hættulegt. Núna eru yfir 30% barna víða sem koma hjólandi eða gangandi í skólan og upp í 50% í Fossvogi. Þannig að við erum að ná þarna árangri og gamla klisjan bílvegina, build it and they will come, gildi líka hjólreiðar. Ef við gerum góða innviði, þá notar fólk þá. Bara því ég var með opin íbúafund í Árbænum í gær og það þyrndi yfir mig gleðilega hvað við erum að bæta við miklum og áhugaverðum innviðum víða. Til dæmis í Elliðaárdalnum, þar sem við erum með stíga, við erum með nýja brú í staðinn fyrir hitaveitustokkin, við erum með nýja brú upp í Grænugróf og við erum með nýja brú upp í Dimmu. Við erum að setja alvöru hágæða innviði til þess að fólk geti notið þess að vera úti, notið þess að hreyfa sig, en líka komist á milli staða. Já, ég veit að febrúar var þungur, já, ég veit við þurfum að spá í hvort við eigum að búast við öfgum í veðri í þeim mæla, við þurfum að hafa aukin viðbúnað og leggja ennþá meira í snjómokstur. En eigum við ekki að standa saman að Reykjavík eigi einmitt að vera þannig borg. Þó við séum að þessari breiddargráðu, þá eigum við bara að leggja þá stefnu og setja fram þá sýn að við eigum að geta nota virka ferðamáta allt árið kring. Og það auðvitað tengist gönguborginni líka, borgarrýmunum sem verða að vera örugg, aðlaðandi og spennandi. Við erum með fyrir augunum umbreytingar sem hafa verið að gerast bara undanfarið. Eins og Tryggvagötu sem var svona, en orðin svona, dásamleg og mun springa út algjörlega í sumar. Við erum með Hlemminn, hann svona, seinna á þessu vori munum við hefja framkvæmdir við að umbreyta honum svona. Og við vorum að fá kynningu á okkar elskaða Lækjartorgi, sem lítur samt það bil svona út, viljandi svolítið sjúsku mynd kannski, en verður svona. Þetta heitir að nota ferðina og nota tækifærin, endurhugsa borgarrýmin, gera þetta að hágæðarýmum þar sem að við viljum vera. Og allir sem hafa labbað meðfram uppbyggingunni í Austurhöfn eða annar staðar þar sem við erum að breyta borginni vita að hönnun skiptir lykilmáli í þessu. Laugavegurinn annað dæmi, við erum að breyta honum í göngugötu í nýju skrefum. Fyrstu áfangarnir í því að fara til framkvæmda og þar höfum við líka verið að kalla til besta fólk í að útfæra og þetta verður gríðarlega spennandi að sjá komast í verk á næstu misserum. Borgargöturnar annað, þetta eru aðalgöturnar í hverfunum sem verða grænar með gróðri, öruggari, hægari umferð, hjólastígar allstaðar og munu leiða til þess og styðja við að fjölbreytt þjónusta verði til staðar á jarðhæðum í hverfunum og hverfin okkar verði meira aðlaðandi. Við erum að byrja og kynntum það í gærkvöldi, útfærsluna í Rofabænum sem aðalgata og borgargata í gegnum Árbæjarhverfið og þannig munum við halda áfram upp í Austurbrún og öðrum hverfum, Snorrabraut, Hofsvallagötu, þannig mætti áfram telja. En þetta snýst heildarsamhengið, þetta snýst loftslagsmálin, þetta snýst líka mengunina og loftgæði. Læknisfræðirannsóknir hlaðast upp sem benda til þess að við jafnvel vanmetið
vanmetið alvarleg áhrif af þessum litlu ögnum sem fara ekki aðeins ofan í lunguna okkur, heldur fara út í blóðrásina, valda hjartaáföllum og heilaáföllum fyrir utan að hafa áhrif á einkenni þeirra sem eru með astma eða öndunarfærasjúkdóma. Stórmál, við stöndum vel í alþjóðlegum samanburði en getum samt gert betur þegar kemur á loftgæðunum. Ég ætla ekki að halda langa ræðu nagladekk hér, en þetta eitthvað risa samtal sem við verðum að taka og snýst fólk, snýst heilsu þess og snýst lýðheilsu. Og umferðaröryggi snýst líka lýðheilsu. Við erum með mjög ítarlega umferðaröryggisáætlun, við erum með metnaðarfull markmið þar, en við erum líka með aðgerðaáætlun til þess að hrinda því í framkvæmd. Við erum með hámarkshraðaáætlun þar sem við erum að hægja á umferðinni inn í íbúðahverfunum. Þetta þótti nokkuð róttækt fyrst að fara niður í 30 og 40 hratt, en ég að fara núna hverfi úr hverfi með kynningar og fólk strax farið að tala af hverju farið ekki neðar í hraðar og fyrr. Það er vegna þess að fólk horfir á gögnin, sér hvað er verið að gera í öðrum borgum, tekur eftir að London er komin niður í 20 km hraða og segir byrju akkur ekki við. En það er fullt af áhugaverðum hlutum í gangi líka varðandi nýjar tæknilausnir, örflæði sem er hugtak sem við kynntum hér fyrir örfáum árum og enginn hafði heyrt á þessum samgöngufundi, en er að breyta því hvernig við notum borgina og eru til dæmis ótrúlegt sóknarfæri þegar kemur að samspili almenningssamgangna og stórra vinnustaða. Við brutum rosalega heilan það hvernig við getum tengt BSI-svæði við háskólasvæðin, hugsanlega með svona síkvikum rafmagnsvögnum fyrir nokkrum árum. Örflæðið er kannski að leysa þetta miklu betra í ýmsum skilningi og við eigum að hætta að hugsa okkur sem bílafólk, strætófólk, hjólafólk. Flestir er einhver bland af þessu og hlutverk borgarinnar er að tengja þessa samgöngumáta, gera þetta einfalt, auðvelt, aðgengilegt og þannig að fólk velji það sem er best fyrir borgina, umhverfið og aðra sem búa í borginu. Deilibílar eru tilraunaverkefni sem við höfum verið í. Við viljum sjá það á stærri skala vegna þess að fólk sem vill velja að vera bíllaust getur þurft að nota bíl stundum og við viljum að það sé einfalt og aðgengilegt. Við höfum séð það í öðrum borgum og munum kynna tíðindi því á allra næstu dögum raunar frekari skref í því. Við sjáum að sú þróun getur orðið hröð ef eitthvað er að marka það sem hefur gilt rafhlaupahjól og rafhjól. Rafhjól eru einhver mesta ögrun við mótvind og brekkur sem við höfum nokkuð tímann séð á Íslandi og er þannig að bæta alveg nýjum notendahópum inn í hjólreiðamenninguna. Við erum líka á fullri ferð í orkuskiptum í öllum hverfum. Við erum að kalla eftir ábendingum staðsetninga fyrir hleðslustöðvar. Við erum að styrkja húsfélög til að setja staura og við erum auðvitað að gera fólki kleift að skipta úr bensíni yfir í rafmagn og þannig mætti áfram telja. Þetta er hraðferð eins og þið heyrið, en þetta er allt hluti af sömu stóru sýninni. Þetta er græna planið Reykjavík, þetta er græna planið höfuðborgarsvæðið, þetta er græn áætlun kolefnis hlutlaust borgarsamfélag með virkum samgöngum, aðlaðandi borgarrýmum, áhugaverðri borg sem er gott að búa í, gott heima að sækja, þar sem lífsgæði borgarbúa eru algjörlega í öndvegi og lýðheilsa allra aldurshópa. Takk fyrir mig.